lífið lag sem við syngjum saman tvö, dag eftir dag. Já, komið sælir áhorfendur og velkomin í þáttinn Lífið lag, þar sem við fjöllum stöðu, hagsmuni og framtíðarsýn eldri borgara. Við ætlum eins og áður að koma við í þessum þætti. Eitt af því sem fylgir okkur þegar árin færast yfir, því miður að við þurfum að nota meira lyfjum. Þetta nú svona einhvern veginn gangur lífsins. Og þetta útgjaldaliður sem getur verið mismunandi hjá einstaklingum eins og þeir eru margir. Og hingað í hljóðstofu til mín komin María Heimisdóttir, hún forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Sæl og takk fyrir að taka tíma til að koma hérna og ræða við mig. Mér langar aðeins að spyrja þig út í greiðslu þátttökukerfi Sjúkratrygginga fyrir hönd ríkisins, gagnvart eldri borgurum til dæmis. Þú ert á sérstaklega að hugsa lyfin núna. Já. Það þannig núna að greiðslu þáttaka í lyfjunum, hún í rauninni í 4 þrepum. Og sjúklingar greiða þá ákveðið hlutfall af lyfjakostnaðinum og það hlutfall fer lækkandi eftir því sem að þú færist hærra í þrepunum. Þannig að í byrjun tímabils að þá tekur ákveðin þátt í þessum kostnaði alveg upp í 14.000 krónur á ári. Síðan ferðu þú upp í næsta þrep og þar þakið, þú átt aldrei að greiða meira heldur en rúmlega 20.000 krónur þá á því tímabili og ef þú ferð yfir það þá ertu komin upp í 3. þrep og þá þakið 41.000 og eftir það að þá í rauninni greiðsluþátttöku sjúklingsins lokið á því tímabili, á því 12 mánaða tímabili. Þannig að þú átt ekki að þurfa að greiða nokkuð tíman meira en 41.000 krónur á ári. Þetta hámark, sem sagt. Það bara sama hvað veikur sjúklingurinn að hann fer aldrei upp fyrir þessa, að það kannski dýr krem eða eitthvað slíkt við húðkvilla til dæmis, að það fer ekki yfir þessu upphæð. Akkúrat. Þá kemur inn á undantekningarnar. Nú var ég að fara yfir þetta almenna að þessi regla sem sagt gildir þau lyf sem að ríkið tekur þátt í að niðurgreiða. Það eru ekki öll lyf, til dæmis almennt ekki niðurgreiðsla af hálfu hins opinbera í svefnlyfjum og sýklalyfjum, sem maður nefnir bara dæmi. Á móti kemur að í sumum tilvikum þá þarf sjúklingur ekki að greiða neitt þó hann hafi sé ekki komin upp í þetta þak. Og það gildir til dæmis ef hann með lyfjaskírteini sem að fólk fær bæði vegna notkunar á ákveðnum lyfjum og við sjúklingar sem eru með ákveðin vandamál. Og síðan gildir þetta líka það sem við köllum S-lyf eða sjúkrahúslyf. Það eru sérstaklega dýr og vandmeðfarin lyf sem yfirleitt eingöngu notuð í tengslum við sjúkrahús eða jafnvel á sjúkrahúsum og þá greiðir sjúklingurinn heldur ekki neitt. Það greitt að fullu af ríkinu. Þá erum við að tala til dæmis flest krabbameinslyf, líftæknilyf sem til dæmis eru notuð við gigtsjúkdómum og ákveðnum alvarlegum húðsjúkdómum. Þá hið opinbera greiðir þetta að fullu. Já, þannig að þessi eru greinilega margar undantekningar á þessu. Já, það það. Þetta þrepakerfi sem ég lýsti fyrst, það svona hvað ég að segja, það gildir fyrir þorrann að þá eru þessi þrep upp í 41.000 og þá greiðsluþátttöku sjúklingsins lokið á því 12 mánaða tímabili. Hvernig, María, þetta kerfi, veistu ef við berum okkur svolítið saman við Norðurlöndin, sem að margir vilja nú telja ríki eins og í Danmörku og Svíþjóð, alvöru velferðarkerfi. Þar fer nú lyfjakostnaður lækkandi eftir því sem árið líður. Og tökum algeng lyf sem að margir þurfa að nota við blóðþrýstingi eða við blóðkolesterol og svona fleiri. Kerfið okkar greinilega eitthvað aðeins öðruvísi þarna, það ekki? Jú, það í rauninni þannig að eftir því sem að tíminn líður þá lækkar hlutfallslega greiðslan þín. En eftir því sem að lyfin safnast saman þá ertu vissulega að greiða meira en þó upp að þessu þaki í hverju þrepi. Það hins vegar þannig að það ýmislegt sem varðar lyfjamál sem bara töluvert ólíkt hér á landi með það sem á hinum Norðurlöndunum. Eins og oft hefur komið fram að þá lyfjakostnaður iðulega hærri hér, það að segja bara verðið á lyfjunum.
og stundum höfum við lent í ákveðnum vandræðum með frambúðalyfjum og svo framvegis, þannig að þessi kerfi eru hvað lyfin varðar ekki alveg sambærilegar í rættum. Margir spyrja einmitt þetta, þú segir og viðurkennir það að lyfjakostnaður sé hærri hér á landi en annars staðar í nágrannalöndum. Vitum við hérna raunverulega ástæðu fyrir því? Já, ég myndi nú ekki orða það þannig að ég viðurkenndi það er nú ekki hið opinbera sem að stýra lyfjakostnaði. Það eflaust margar orsakir, auðvitað erum við lítill markaður og það almennt dýrara að kaupa minna magn. Þess vegna nú svo mikilvægt það sem að var í fréttum daginn að ráðherra var að skrifa undir yfirlýsingu samstarf við Norðurlöndin sem sagt lyfjakaup einmitt til þess að bæði keyra kostnaðinn niður, bæði til þess að lækka innkaupsverðið en líka sem mjög mikilvægt til þess að reyna að bæta aðgengi að lyfjunum þannig að það gerist sjaldnar að það verði lyfjaskortur. Sem að hefur stundum gerst núna og verið í umræðinni, eins og bara ekki alls fyrir löngu út af mislingum. Já, þetta gerist of oft, skulum við segja, og eru þetta mjög mikið öryggismál fyrir sjúklinga. Akkúrat. Nú, María, við komst ekki lengra núna því ég þakka þið fyrir spjallið og fræðið okkur þetta. Takk fyrir. Takk fyrir komuna. Við snúum okkur hérna næsta máli. Og þegar við eldumst þá notum við oft meira lyfjum. Þetta nú gangur lífsins og eitt af þeim fyrirbærum sem hefur verið að aukast hér á landi það sem kallað lyfjaskömmtun. Það mun hafa hafið svona í kringum aldamótin síðustu. Og Lyfja starfrækir fyrirtæki sem heitir Lyfjalausnir og ég staddur hérna í Smáratorgi og hjá mér Elvar Örn Kristinsson, hann forstöðumaður Lyfjalausna. Elvar, segðu okkur aðeins hvað lyfjaskömmtun nákvæmlega, út af hvað gengur? Lyfjaskömmtun í rauninni bara mjög sniðug þjónusta til þess að auka skipulag og utanumhald lyfjatöku, lyfja sem eru þá tekin af staðaldri. Hvort sem þú ert að taka inn eitt lyf á morgni hvers dags eða að þú sést að taka 15-20 mismunandi lyf á 10 mismunandi tímum sólarhringsins, þá færðu í rauninni bara allt niður sett fyrir þig í litla poka sem merktir eru eintöku degi, eintöku tíma og í þeim eru þá þau lyf sem þú þarft að taka á þeim tíma. Það þessi svokallaða rúlla, það ekki sem það náttúrulega rúllað bara upp þessum sem sett í litlu pokum. Cirka 8 cm stóri pokar sem innihalda það sem þú þarft að taka þann daginn á hverjum tíma. Svo þetta getur verið með fleiri en einn poka hver dag. Fólk þá sem sagt að kemur með sína lyfseðla til lyfju eða hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, þetta gengur í rauninni þannig fyrir sig að sem sagt læknir gefur út skömmtunar ávísun á þau lyf sem þarf að sem sagt setja í lyfjaskömmtun. Apótekin í rauninni þjónustu svo það komum við inn í okkar bara sameiginlega tölvukerfi og við skömmtum svo eftir þeim ávísun. Einstaklingur getur svo annarkvort valið það að sækja lyfin sín í apótek sem hann vanur að versla við nú eða við getum keyrt í heim til hans líka. Já, það líka svoleiðis þjónusta ef hann kemst ekki frá. Já, það alltaf töluverður fjöldi fólk sem að að fá lyfin sín send eða keyrt heim reglulega. Þetta virka einfalt fyrir fólk? Ég held það að þetta sé í flestum tilfellum að virka vel og einfallega fyrir fólk. Það getur auðvitað komið í apóteki og fengið þar öllu svör og þá ráðleggingar og ábendingar hvað þarf að gera. Það útbúin í fyrsta skipti sem þú kemur þjónustusamningur sem skilgreinir þá í rauninni og útskýrir hvað gert og hvað þarf að gera. Og í framhaldi af því þá gengur þetta í rauninni bara nokkuð snurður lausn meðan það engar stórkostlegar breytingar á lyfjaskammtinu þínum. Ávísanirnar gilda yfirleitt í heilt ár. Þannig það hægt að skammta þann tíma. Og svo erum við þá að senda áminningar til fólks áður en að ávísanirnar renna úr gildi þannig að það fari þá að hitti sinn lækni og fái endurnýjanir. Nú kann einhver að spyrja verð og fleira, sumum finnst lyf og dýr á Íslandi og annað. Þetta kostar svo eitthvað aukalega ekki? Jú, það þjónustugjald sem í þessu. Lyfin eru náttúrulega sama verði í rauninni frá okkur og alls staðar annars staðar. Það bara ákvarðað af lyfjagreiðslunefnd hvað lyf eru seld á Íslandi í flestum tilfellum. Og að hluta til það má náttúrulega líka líta á þetta sem ákveðna greiðsludreifingu því að þú færð minna magn frá okkur yfirleitt heldur en að þú værir að leysa út 3 mánaða skammtur á apóteki. Þannig í flestum tilfellum ertu þá að dreifa kostnaðinum þínum yfir lengri tíma. Hverjir eru helst að notfæra sér þessa þjónustu ykkar? Í kannski flestum tilfellum þetta eldra fólk en það samt að breytast og hefur verið mikil fjölgun á, myndi ég segja, síðustu árum í yngra fólki.
og töluvert mikið orðið í dag líka að foreldrar sé að nýta þessa þjónustu fyrir börn. Ef þau eiga börn sem að taka einhverju lyf að staðaldri þá þetta orðið mikið notað af þeim hópi líka. Þú búinn að vera hjá fyrirtækinu svolítinn tíma. Er mikill vöxtur í í þessari þjónustu? Hann alltaf töluverður. Það í rauninni bætist alltaf við einhver fjöldi á hverju ári og vonandi heldur það bara áfram. Það helst væntanlega dálítið í hendur við það við erum að eldast í heild sinni. Þannig að fleiri og fleiri nýta sér þetta og eins bara þegar fólk uppgötar þægindin við þetta þá held ég að fleiri ákveði það að þetta sé málið fyrir þá. Þannig að þú sér fram á að það verði svona aukning á þessu næstu árum að einhverju leyti? Já, við vonum það, klárlega. Elvar Örn Kristinsson hjá Lyfjalausnum, takk fyrir spjallið. Sömuleiðis, takk. Já, fyrr á árinu voru sameinuð 2 stéttarfélög innan BSRB, þau stærstu starfsmannafélög ríkis og bæja og undir nafninu Samekki og hjá mér Guðrún Árnadóttir og hún hefur komið svolítið að þessu. Segðu mér svolítið frá þessari sameiningu. Já, það fór fram kosning, skoðanakönnun í nóvember í fyrra, 2018 og þá var samþykkt að þessi 2 stærstu félögin að BSRB myndu sameinast undir nafninu Samekki. Og í framhaldi af því þá var stofnuð lífeyrisdeild núna 11. apríl haldinn stór og mikill stofnfundur 80 manns sem mættu, mikill áhugi á málefninu og þessi lífeyrisdeild stofnuð með 2000 manna stofnfélögum. Og hvernig virkar það þá? Það virkar þannig að þessi deild, henni ætlað að vera svona nokkurs konar hagsmunagæslu fyrir þá sem eru komin á eftirlaun. Og þetta samruni úr 2, það var eftirlaunadeild hjá Borgarstarfsmannafélaginu og það var lífeyrisdeild hjá Ríkisstarfsmannafélaginu. Það kosin 7 manna stjórn og formaður okkar heitir Ingibjörg Óskarsdóttir, hún því miður ekki á landinu núna í augnablikinu, annars hefur hún verið hér. En það sem við eigum eiginlega að gera, okkar hlutverk það að efla svolítið félagsstarf og áhugamál hjá eldri borgurum, halda utan hópinn sem mjög stór og stækkar stöðugt. Við erum í þessari hagsmunagæslu að reyna að halda við í launum við það sem að gerast í landinu. Það erfitt og það gerum við með því að stofna þessa deild. Og svo erum við með símenntunarsjóð innan þessara deildar sem sér það að efla félagsstarfið, efla menningar, ásókn fólks í menningu, útivist og heilsu, heilsu átak og hvað sem dettur í hug, sem eldri borgurum dettur í hug að gera. Og það mjög verðugt og gott stofnfjárframlag sem hefur lagt í þennan sjóð. Hverjir geta gengið í Samekki? Það eingöngu þeir sem eru komnir á eftirlaun? Já, það eru vissar reglur það sem nú bara hægt að kynna sér nánar ef þú hefur samband við BSRB, við þessi félög, við Samekki. Þú þarft að hafa verið félagsmaður í vissan árafjölda og vera komin á eftirlaun og svo eiga öryrkjar líka aðganga þessum félagsskap. Já, þetta bara rétt að fara af stað, 7 manna stjórn og talsverð uppbygging framundan. Já, þetta bara nýfarið af stað og það mikill áhugi og fjölmenni fundir og maður finnur fyrir miklu meðbyr hjá þeim sem að stjórna Samekki fyrir þessari deild. Já. Það náttúrulega þannig, Guðrún, að það víða slagkraftur í samtökum þar sem eldri borgarar koma saman. Það fullt af hressu fólki þó fólk sé komið á ellilífeyrisaldur og finnur þetta ekki þegar þú ert að vinna með þínum kollegum? Jú, öldruðum þeim fjölgar svo ört og við erum eiginlega miklu betur á okkur komið líkamlega og andlega. Já. Og maður finnur það að með því að vera í samstöðu, með því að eiga samstarfið annan félagskap sem í sömu sporum og við, það svona eykur styrk okkar því við höfum auðvitað ekki samningsrétt beinlínis en við höfum þó þennan styrk af fjöldanum. Já, það verður gaman að fylgjast með ykkur í framtíðinni og gangi ykkur allt í haginn og takk fyrir spjallið. Já, þakka þér bara sömuleiðis að kalla í mig. Nú vor
það koma sumar og þá er gaman að spá í nýja bíla og ég er staddur hjá Bílabúð Benna upp á Krókhálsi og hjá mér er Sigurlaug Hrafnkelsdóttir, hún er sölumaður nýrra bíla. Sæl og takk fyrir að taka á móti okkur. Já, vertu velkomin. Við erum að berja hérna augum hérna baki Corando frá SsangYong. Er þetta bíl sem er ætlaður eldri borgurum sérstaklega? Já, það má segja það. Þetta er jepplingur, þetta er bíl í flokki jepplinga og hentar mjög vel því að maður sést beint inn í hann og við erum að bjóða þennan bíl á 300.000 króna afslætti núna á vormánuðum. Gildir fyrir alltaf eldri borgara? Já, þetta er tileinkað 60 ára, í rauninni bara 60 ára eldri. 60 ára eldri? Já. Ok. 300.000 króna niður, bílinn kostar 4.990.000 og fer þá niður í 4.690.000. Jáhá. Segðu okkur aðeins frá eiginleikum þessa bíls. Hvaða eiginleikum býr hann yfir? Jú, þetta er díselbíl 2,2, 178 hestöfl og hann er sko 4x4, hann er í sídrifi og hann er með splittun. Það er þetta, sko, þegar maður er að keyra hann og er í ófærum og þá er þetta splitta þannig að hann spólar aldrei á neinu hjólinu. Já. Og það er eins og var alltaf í gömlu jeppanum hérna áður. Já. En þetta er frábær fítus og þetta er náttúrulega kraftmesti jepplingurinn á markaðnum í dag. Já. Og náttúrulega mjög gott að ganga hann. Og hann er náttúrulega hlaðinn á búnaði, hann er með leiðsögukerfi. Hann er með leiðsögukerfi, já. Já, það er innifallið. Bluetooth og allt þetta? Já, og Bluetooth og myndavél líka það? Já, bæði bakmyndavél og líka myndavél framan. Þú getur, ef þú ert að keyra upp á skipi eða keyra í fram í háum veggjum. Já, lendi ekki á veggjunum. Já, þannig að... Já. Og það er nú þannig með eldri borgara að annarkvort er einn í bílnum eða tveir, stundum eru á ömmubörnin með líka, en hann er þokkalega rúmgóður, eða ekki? Ef við miðum við svona, 2 farþega eða svo? Jú, hann er það. Hann er mjög rúmgóður og fínn, gátt að ganga hann, breiður og mjög þægilegur, svona einföld og flott tímalaus hönnun. Já. Og bara hentar sérstaklega vel fyrir náttúrulega allan aldurshóp, en núna erum við aðalega að mæta eldri borgurum með þá þörf að því að þeir eru oft með sumarbústaði og fellihýsi og þessi bíl er rómaður fyrir góða dráttargetu. Já. Hann er sko með 434 nanometri togi og sem sagt 2,2 í vél og 178 hestöfl. Það er alveg yfirdrifið. Já. Hvað er svona bíl að eyða að jafnaði? Í alvöru? Já, í alvöru, já. Hann er með blandaðan akstur svona í kringum kannski 7,8. 7,8, já. Já, akkurat. Og kemur í öllum tilfellum hvað sjálfskiptur eða hvað það? Já, margir taka nú svona, 90% af fólki tekur hann sjálfskiptan, já. Og sumir þá í taujáklæðum og þá í leðri. Nú Sigurlaug, þetta er nú áhugavert með Corando, en ef mér finnst hann og lítill, þá er nú stærri bíl hérna fyrir aftan, Rexton, segja okkur frá honum, hann er þó nokkuð stærri. Já, hann er næsta númer fyrir ofan, það er grindabíll, það er bara fullbúinn jeppi. Og hann er sem sagt 2,2 líka í dísel og hann er 181 hestafl og uppspekkaður. Hann er sem sagt, þessi bíl, sko það er mjög gott verð á honum meðan við afl, gæði og bara það sem hann getur gert. Og þessi bíl kom núna nýr til okkar í janúar til sölu og byrjaði út í Bretlandi sem sagt í fyrrasumar og hann hefur fengið bara mjög góða dóma. Og þetta er bíl sem er sko í rauninni samkeppni við Land Cruiser. Já. Þetta er grindabíl, af því að grindabílarnir eru svona flestir að hætta í framleiðslu. Það er meira komið út í jepplinga. Jepplingarnir eru farnir að ráða svona aðeins yfir. En þetta er ekki svona hybrid bíl eða neitt svoleiðis? Nei, þetta er ekki hybrid, þetta er dísel eingöngu. Já, eingöngu dísel. Og hvað er hann að eyða að meðaltali? Hann er gefinn upp fyrir 8,3 í blönduðumakstri innanbæjar. Og þeir sem hafa verið, þessir kaupendur sem hafa verið að fá hann núna í vor, þeir segja hann sé svona í kringum svona rétt undir 8,1. Já. Þannig að hann kemur mjög vel út. En þetta er þó nokkuð stærri bíl og er hann með einhverja svona fítus að eiginleika umfram Corandoinn? Já, þetta er náttúrulega alveg tímamóta hönnun sko. Já. Hann er, að því hann er glænýr, þá kemur hann með nýjasta nýtt. Hann kemur með 3-víta rakstustölvu, hann er með 360 gráðu myndavél. Já, allan hringinn sem sagt.
Já, Já. hann er með það. Já. Og hann er náttúrulega mjög kraftgóður. Hann er með nappaleður, stungin nappaleður. Já. Og hann er með rafmagnsætum, topplúu. Já. Og það er hægt að velja sko, leðubíllinn er á 8.990.000 Já. og taubíllinn er á 7.990.000. Já, þannig að það er 1 milljón fyrir leðrið. Já, og leðrið og þá ertu komið agrinnavar og blindspot og svona fleiri spegla. Segðu mig að þegar maður kaupir nýjan bíl hjá Bílabúð Benna, hvað fylgir þeim mikið eða löng ábyrgð? Það er 5 ára ábyrgð í dag á vél og kassa. Á vél á kassa, já. En annað svona sem að þarf fyrir utan? Ég held að þessi ábyrgðin sko, sé upp í 100.000 á þess að ég þóra alveg að fara með það. Já. Þannig að Já. ég held að það sé það 20.000 ári. Já. Nú, hérna, þetta er áhugavert. Þú ætlar að bjóða mér í smá bíltúr. Já, því ekki það. Já, ef við ekki að skella okkur í bíltúr og takk fyrir spjallið. Já, takk sem leiðis. Já, við vorum á golfvellinum daginn og ræddum þá við Margeir Vilhjálmsson golfkennara, en golf er ein vinsælasta íþrótt á Íslandi og einhver meðal eldri borgara. Og nú er ég staddur hérna á gamla góða Nesvellinum, þar sem við heyrum í kríun og búin að vera hérna frá aldaöðli. Og ég hitti hérna hóp golfara, lítinn hóp golfara. Þeir heiti ekki einu nafnið, þeir koma saman á hverjum degi og ég ætla að spjalla þess við og það eru Erling, Pétur Orri og Ársæll og það vantar 4. mannin. Ef ég byrja á þér, Pétur Orri, segðu mér aðeins frá þessum hópi ykkar, hvað hittist þið oft? Við hittumst á hverjum degi og við förum 18 hólur minnstakosti. Á hverjum degi? Hverjum einasta degi. Hvenær byrjið þið á vorin? Við byrjum bara, já við eiginlega hættum aldrei því að við leikum golf allt árið og svo framalega sem ekki frá sin jörð. Erling, hvenær byrjaði þetta hjá okkur? Þetta er búið að taka standi yfir núna í okkur 10-15 ár sem við höfum verið svona aktífir saman. Og hvaða skildi hefur þetta fyrir, já ef ég spyr því persónulega? Það er náttúrulega fyrst og fremst útiveran og félagskapurinn. Þetta er náttúrulega frískt loft og mjög gott fyrir eldri borgara að taka þátt í þessu. Ársæll, er skildumæting? Skildumæting? Já, svo framalega sem að veðri leyfir þá er skildumæting og menn tekka hvor á öðrum svona, kannski deginum áður, hvort þeir ætla að mæta eða ekki og menn eru yfirleitt eggjaðir á að mæta. Nú eru vellirnir hérna allan á höfuðborgarsvæðinu þétt bókaðar oft og þið þurfið að bóka ykkur daginn áður eða ekki? Að minnsta kosti? Nei, það er nú kosturinn við hérna Nesvöllin að það er ekki bókunarkerfi sem slíkt. Er það að fara á aðra velli einhvern tímans út fyrir Nesið? Það er nú eitt af því sem okkur finnst skemmtilegast að það er að skreppa annað og spila. Við spilum mikið í Grindavík, upp í Borgarnesi, Akranes, Brautarholt, mjög gaman og svo austur fyrir Hjall þegar það er. Pétur Orri, þetta eru orðnir margir hringir í okkur ef þið spilað hverjum degi og búin að spila í 10-15 ár. Er ekki einhver skemmtilega atvik sem að þú getur sagt okkur frá? Já, það gerist alltaf eitthvað skemmtilegt. Við urðum vitni af því þegar Erling fór hol í höggi hérna á annarri og hann sló upp úr tjörninni, kúlan var hálf í kafi og sló þar högg maímánaðar, sögðum við. Þannig að það er ýmislegt sem kemur fyrir en þetta við þökkum bara fyrir hvert dag sem við getum gengið 5 kilometra. Þetta er dásamlegt.
En þú nefnir hol í höggi, ég heyrði af því að þessi litli hópur, eða fámenni hópur ykkar ætti nánast met í því að fara á hol í höggi. Já, það nú þannig að sá elsti, þessi fjórði, hann 88 ára gamall, búinn að fara 6 sinnum hol í höggi. Ársæll, næst elsti, búinn að fara 4 sinnum. Og svo kem ég 2 sinnum og Erling 1 sinni. Og þar að ekki höfum við Ársæll leikið á aldri. Ég 2 og hann líklega 3 sinnum. Já, við slumum aðeins, þetta minnum við 13 skipti sem að því að hópurinn hefur farið hol í höggi og væntanlega á þetta að endurtaka sig, en að leika á aldri, skýrðu það þessu út fyrir okkur? Já, það við leikum þá á þeim höggafjölda sem að aldur okkar segir til um. Hvernig það, eru þið takandi þátt í mótum hjá eldri borgurum? Ekki það nú mikið, en gerðum það svolítið í gamla daga, áður við verðum svona gamlir, en ekki núna, ekki nú orðið. Það er mót hjá okkur á hverju einasta degi. Við keppum innbyrðis og hörkubarátta. Og þá keppnistímabil, það árið eða sumarið? Bara allt árið. Þá skrifar Erling niður og sendur okkur í tölvupóst til skórið. Eru verðlaun? Nei, en já, það bara heiðurinn að vinna. Hvernig á Nesinu, Ársæll, hérna, krían? Hefur hún verið að minnka eitthvað? Kríunni hefur, já, fækkað dálítið undanfarin ár, en það var í fyrra smá vottur að því að væri svona að fjölga sér, og það miðum við varpið. Það fundust fleiri hreiður í fyrra heldur en hefur gert mörg undanfarin ár, og það góð sviti, en krían, hún maður fagnar henni í hvert skipti sem hún kemur á vorin, og hún háir okkur ekki, hún frekar til ánægju heldur en eitt. Ég ger ráð fyrir því að flestir séu sammála mér í því að stór hluti af golfinu, jafnvel helmingurinn, félagsskapur. Það alveg hárrétt. Og svo má ekki gleyma því að það fuglalífi hérna, mjög gaman að fylgjast með því. Við sáum í fyrsta skipti núna í dag óðinsanna hérna niður á Tjörn, og við hefum verið að sjá brandendur og margæsin hér reglulega gestur. Þannig að það margt sem að gleður þegar við göngum hérna hring. Hafið þið verið að fara erlendis eitthvað saman? Já, þeir hafa gert það, ég hef ekki gert það. Þeir hafa farið töluvert til útlanda. Hvert farið þið? Ég farið til Spánar og Bandaríkjanna, en mest hef ég gaman að leika golf hér á Íslandi. Hvað viljið þið segja við þá sem eru kannski svolítið einir út í horni, nýlega orðnir einir kannski, eða voru alltaf einir í golfi og langar í félagsskap? Já, það bara að mæta. Það til dæmis, ég þekkti Ársæl ekki áður en ég byrjaði að leika golf með honum. Við bara hittum svona af og til og svo bara ákváðum við að taka upp þráðinn og hittast á hverjum degi. Úr varð góður félagsskap? Góður félagsskap, já. Það má nú segja, hann mikið góður. Ég óska ykkur allsins besta hérna í Ringnum sem þið að hefja á eftir og ókomna framtíð hérna á golfvellinum. Takk fyrir það ekki, takk. Lífið lag sem við syngjum saman tvö, dag eftir dag. Þú og ég, í framtíðinni göngum tvö, saman við.